Byrjum á kynni gestan, nummer 1, Björn Ingi Friðjónsson, nummer 13, Arnór Freyr Stefánsson, nummer 2, Bjarki Már Gunnarsson, nummer 4, Bjarki Már Elísson, nummer 8, Leon Snær Pétursson, nummer 9, Andri Helgason, nummer 10, Eyþór Magnússon, nummer 11, Leifur Jóhannesson, nummer 17, Daniel Örn Einarsson, nummer 19, Garðar Svansson, nummer 22, Daniel Berg Gretarsson, nummer 24, Ólafur Snýður Ólafsson, nummer 33, Íran Gauti Bergvinsson, nummer 50, Atti Karl, þjálfari Kristinn Guðmundsson. Við FH, nummer 1, Sigurður Örn Arnarsson, nummer 12, Daniel Freyr Andrésson, nummer 2, Sigurður Ágústsson, nummer 5, Jóhann Karl Reynisson, nummer 6, Andri Berg Haraldsson, nummer 9, Halldór Guðjónsson, nummer 11, Ólafur Gústafsson, nummer 13, Einar Ragn Eysson, nummer 18, Þorkell Magnússon, nummer 19, Ari Magnús Þordinsson, nummer 20, Ísak Ransson, nummer 22, Ragnar Jóhansson, nummer 24, Magnús Óli Magnússon, nummer 21, Bjarki Jónsson. Komið sælir, áhorfendur góðir og velkomin með okkur hér á Sport TV í Kaplakrika, þar sem nú fer að hefjast leikur FH og HK, liðana sem að leku til úrslita Íslandsmeistaratitilinn hér og í Digranesið náttúrulega. Í vor, þar sem að HK hafði betur 3-0, fögnuðu meðal annars titlinum hér í Kaplakrika. Þeir unnu þriðja leikinn, skelltu þessar úrslitakeppni 6-0 og svo eftirminnilega byrjuðu tímabilið ágætlega. Það fóða með 3 stig til törn fyrir HK 4. Í síðustu tveimur umferðum hafa FH-ingar ekki bætt í stigið og HK aðeins einu. FH ekki litið allt of vel út á móti Fram annars vegar hins vegar. En HK leiki hörkuleikin að stigi á Ásvöllum í hörkuleik og töpuðu svo með einu. Það var sérstakan hátt á laugardaginn gegn Akureyri í bráðskemmtilegum leik. Það vera klárt hérna er best að við skokkum yfir liðin. Já, FH eru markverðir Sigurður Örn Arnarsson og Daniel Freyr Andrésson. Það eru leikmenn Sigurður Ágústsson, Jóhann Karl Reynisson, Andri Berg Haraldsson, Halldór Guðjónsson, Ólafur Gústafsson, Einar Rafn Eðsson, Þorkell Magnússon, Ari Magnús Þorgeirsson, Ísak Rafnsson, Ragnar Jóhansson, Magnús Óli Magnússon og Bjarki Jónsson. HK eru markverðir Björn Ingi Friðjónsson og Arnór Freyr Stefánsson sem byrjar líkt á Daniel Freyr í FH-markinu. Það eru leikmenn Bjarki Már Gunnarsson, Bjarki Már Elísson, Leon Snær Pétursson, Andri Helgason, Eyþór Magnússon, Leifur Jóhannesson, Daniel Örn Einarsson, Garðar Svansson, Daniel Berg Gretarsson, Ólafur Ólafsson, Vilhelm Gauti Bergsson og Atli Karl Backmann. Leikurinn hafinn og það er FH sem byrjar. Ragnar hér að reyna að sækja en og svo kastaði boltanum frá sér eða hvað. Ragnar er að bjarga þessu og hér er mættur góðmennið og framþjálfarinn Einar Jónsson. Blessar Einar, Ragnar með skotið aftur. Blessa. Verð þetta var ja, Arnór hefur leikið frábærlega hér á upphafi þessari leiktíðar. Já. Og hann byrjaði bara á því að verja. Hann er búinn að vera mjög stabíll og bara spila stabíll mjög vel. Stabíll og spila stabíll, þetta er rétt hjá þér. Já. Hann er ekki stabíll með 10 bolta, hann er stabíll með 20. Já, sem er vel á sig vikið. Já. Bjarki Már Gunnarsson sem kemur hérna út, hann er á línunni. HK-menn hafa breytt 2 gömlum skittum. Já, Bjarki Már er svo sem ungur en Vilhelm Gauti gamall. Þeir 2 eru orðnir línumenn liðsins. Já, ég held að það sé svona kannski, hvað ég segja, fyrir Bjarka mjög gott að ef hann getur plumað sér í línulhlutverkinu þá svona kannski meiri framtíð í honum bæði með landslið og hugsanlega í bara atvinnumennsku. Já. Hann var spilaði þessa stöðu svona hann aðalega kannski varnarmaður í yngri landsliðunum en svona leysti línulhlutverkið einstaka sinnum með mitt. Stillaður upp fyrir Eyþór og þetta er glæsilegt mark hjá Eyþóri. Eyþór komið mjög vel inn í þetta HK-lið og
hreinlega komið mörgum á óvart. Já, bara spila mjög vel í það sem aðverð vetrar og hérna, eins og þú segir, kannski komið einhverjum á óvart en engan síður þetta er strákur sem hefur staðið sér vel í fyrstdeildinni undanfarna ár með Stjörnunni og hérna hefur bara margt til brunns að bera. Já, það er greinilegt. Fyrsta markið komið. Þetta er í genunum líka, eða ekki? Þetta er í genunum. Pappas var ekkert sérstaklega slagur leikmaður. Nei, hann gat allavega skotið. Já. Ragnar, þetta er vel varið aftur hjá Arnóri. Ragnar ekki að hitta á þetta hérna í byrjun með 2 skot. Bæði varinn. Athyglisvert að sjá hérna varnar sóknarskiptingu hjá HK. Daniel Berg Gretarsson spilaði vörnina. Já. Hann er eitilharður, það er óvænt að segja það. Já, hann lætur finna fyrir sér. Þú þekkir hann? Já. Þekkir hann vel? Hann leggur sig 150% í það sem hann er að gera, það er alveg á hreinu. Já. Eyþór Ragnar mætur hann framalega. Atli Ólafur Víðir búinn að leysa hann inn á línu hérna. Bjarki, það er ekki boltanum Bjarki. Bjarki! Og það er Gunnarsson með skotið framhjá og fær vítakast. Okay. Hafsteinn ekki alveg sáttur við þetta. Það er svona... Það veit ekki. Einar Jónsson hissa á dóm. Ja. Þetta allar haukur niður í gólf núna. Já, ótrúlega satt. Bjarki Elísson, hann skorar sjálfsögðu. Þessi stólar komið, þeir eru allt og litlir maður. Já. Það er tæft að maður sjáu bara hérna á völl. Samt er maður nú hávaxinn og... Ég sé vel. Já, ok. Við vorum að láta þetta okkur á góðu verða. Téður Daniel Berg mættur að trufla Ólaf Gústason, hann og töluverður stærðarmunur. Já, það eru sannlega jafn sterkir samt. Já, geti verið. Og ekki er Ólafur aumur. Nei. Það segir mikið Daniel. Þetta var ekki illa meint gagnvart Ólafi. Það var að Eyþór fær hérna flugbraut en hann var ekki alveg kominn á ferðina þegar hann fær boltan. Þannig að F-fangar ná að stoppa þetta auðvöldlega. F-fangarnir hérna byrja í 3-2-1 vörn. Þeir hafa ekki gert það held ég ekki í uppæðuleikja áður og hérna en þeir spilu hins vegar í seinni hálfleik á móti ÍR í síðasta leik 3-2-1 vörn og gerðu það bara mjög vel. Þannig að það er held ég bara skynsamlegt hjá Einar Andra að prófa það núna. Já, hérna er Bjarkinn á horninu og fær víti stíði fyrir hann. Þú vilt meina að þetta séu ódýr vítakvöld? Nei, ekki þetta kannski. Ef hann steg fyrir hann og ítt á hann þá er þetta bara víti. En þeir verða þá að halda líka línunni hérna allan leikinn. Jú, við reiknum með því Anton. Já, Anton hefur alltaf rétt fyrir sér held ég. Já, og Elísson samúðu sig skorar af öryggi. Já, HK byrjaði þennan leik frábælega, komið 3-0 yfir, það er 5,5 mínútur tæplega liðin á leiknum. Já, þetta er bara... Og þá segir þessi sjálft FH eftir að skora. Hér er Ragnar, út í hornið. Þetta er laglega gert, Halldór. Nei, sjálfsögur þetta Einar Rafn Eiðsson. Einar Rafn, frábælega slútað, virkilega góða skothendi. Þú þekkir hann aðeins. Já. Gladdist mikið þegar hann valdi að fara í Hafnarfjörðinn í sumar. Svona er þessi bransi. Svona er þessi bransi. Peningarnir í Hafnarfjörðinum. Já, það er nefnilega það. Já, Bjarki er framalega hérna í vörninni en hérna er Ólafur Víðir fær pláss og hann má ekki fá neitt pláss. Það vitum við glæsilegt mark hjá Ólafur Víði Ólafssoni. Ólafur Víðir spilaði hreint út sagt frábælega úrslitakeppninni í fyrra og hérna. Já, fekk ekki alveg það kredit sem hann átti skilið kannski. Nei, kannski ekki. Svona auðvitað alltaf voru fleiri sem stigu upp, bæði markverðirnir og hins Tandri og svona, en ég held að svona sóknarlega sérstaklega, kannski bara sóknarlega, Ólafur Víðir stígur ekki varnarleik, þannig að hérna, hann hefði kannski átt skilið meira kredit, en hérna, hann er kannski aðeins, ef hefur verið meiddur mikið undirbúningstímabilinu og kannski ekki alveg búinn að finna fjöluna, en þetta er mjög vel gert hjá honum á hann. Já, þetta var líka vel gert hjá Ólafi Gústafssoni. Meiddur í upphafi leiktíðar en
En það fá þurfa á honum sterkum að halda, það er ljós. Búið að setja mikla pressu á Óla fyrir tímabilið. Þó nú væri. Já, eðlilega bara. Þetta frábær leikmaður og hérna. Fótur og lyftan fætinum. Já, fær guldspjald. Andri Berg í horni í vörn, það Já. Svolítið sérstætt kannski. Sigur Ágússon hérna í miðunni og svo eru Ragnar og Óli Þeir eru svo sem ekkert í tvistunum, þannig að þetta ekki í vandræðum þarna. Nei, það vantar ekki mannskapinn, en vörnin enga sér hún bara ekki góð. Skelfileg hérna upphafi og Eyþór skorar auðvitað. Annað markið sem Eyþór skorar, Ólafur Gústafsson svo bráður þarna. Já, fullt neini, vá maður. Já, þetta hárrétt. Það fyrir ekki að deilið þessu. Nei, þetta eru hárréttar 2 mínútur á Einar. Þetta er dýrt, Óli Gústu, hvað var röðmiðja og hann með skot á 12 metrum sem var Bjarki Ver og hérna Arnór kasta svo auðvitað góða sendingu. Þetta er rosalega dýrt. En frábær markvarsla hér hjá Daniel Freyr. Bjarki búinn að skora úr 2 vítum, en Daniel er lunginn markvörður. Eða bara góður. Hann er bara góður, mjög góður. Mitt steg mjög vel upp í fyrra og virðist bara svona alltaf að halda svona stabiliteti sem hefur kannski verið svona akkillesarhæll margar ungar markmann hérna á Íslandi. Já. Það er nú jákvæmt við deildina hvað margir af þessum ungu markvörðum, Arnór og Daniel. Já, er stíga upp. En þetta er afleitur spilamennska hjá Andra Berg og Daniel, hann skorar. Já. Þetta er hárrétt. Anton, hann gerir ekki mistök. Ég skil ekki hvað fólk er að tauða þegar hann er að dæma. Nei. Hann dæma næsta leik hjá þér. Veistu það? Nei, ég ekki hugmyndu það. Hann hlýtur að dæma eitthvað í hann. Andri Berg kominn út á og Magnús Óli kominn á miðuna. Já. Spilaði geysilega vel á undirbúningstímabilinu fannst mér og hérna maður svona bjóst við talsvert á honum en bæði kannski ekki spilaði eins mikið og allavega ég átti von á en hérna það eru einhverjar sjálfsagt skýringar á því. Já, Ari Magnús Þorgeirsson, hann er kominn í hornið líka. Já. Einar rekinn út af hann. Þetta er vandrarlegt vörnin hjá HK, sterkt þarna og vinna boltan. Spila tilbaka skynsamlega gert hjá Bjarki Gunnarsson. Róa þetta niður. 2 skiptingar. Góð vörnin hjá HK, hér einum fleiri. Vinna boltan í tvígang. Já. Fá ekki á sig mark, fá ekki á sig skot. Þá er að fá komið fullskipa lið, en það er vel gert hjá Sigur Ágússyni, hérna komst inn í þessa sendingu. Ari Frýr hérna í horninu. Já, mjólkurbíllinn kemur hérna, en þetta er ekki gott skot. Nei, þeir eru að fara dálítið mikið núna. Glæsileg markvörður. Mér finnst bæði Raggi núna og svo eins Ólafur Gústafsson áðan þeir voru að fara hérna beint á miðjablokkina hjá HK-liðinu þar sem að Villi og Bjarki eru og það er nú sennilega, þeir eru held ég hvað sterkastir fyrir þar, þannig að það er svona spurning að hérna, reyna að finna aðra sjansa. Já, Einar Andri greip höfuð sér og augljóslega ekki sáttu við þessu ákvörðun. Nei, hún var held ég ekki góð. Eyþór hárrétt. Já, rétt liðlega 10 mínútur liðnar af leiknum, staðan 2-6, HK í vil. HK-liðið virkar ógnarsterkt og bara halda áfram þessi fráar horfið á síðast tímabili. Já, og þegar þið fá þessi auðvöldu mörk úr hraðablöpum og á seinni bylginni þá er erfitt að stoppa þá. Já, þeir lifa náttúrulega dálítið á því að spila eins og þeir eru að gera hérna núna. Það er erfitt að finna lausnir á varnarleiknum hjá HK. En Daniel er í rauninni bara að halda FH hér inn í leiknum. Já. Frá Villagauta.
HK-liðið gæti auðvitað verið hérna, já, 7-8-2 yfir. Þetta vel gert. Þetta sem við varst að tala áðan þegar hann kom inn á, Magnús Óli. Hann var líka að koma ágætlega inn í FH-liðið á síðustu leiktíð þegar hann meiðist. Já, einmitt. Kannski ekki margir sem muni eftir því, en meiddist og misti af lungan á tímabilinu. En hann var að spila vel áður. Mjög vel. Efnilegur strákur og hérna, við veit að hefur mikið metnað fyrir þessu, þannig að hann á bara eftir að vera betri. Það kemur Ólafur Víðir hér, reyna að opna fyrir hann og gera það. Glæsilega gert. Já, gaman að þessu HK-liði, það verður ekki annars að þeir eru dætt í þennan gírinn. Og Magnús, já, tók það niður þarna og Daniel fær gulaspjaldið. Það var nú svona reynslu brot hjá Danna. Já. Það var eiginlega bara hrósað dómarinn fyrir að hafa séð svona, hann tósað hann niður. Þú ætlar bara að hrósa Anton, þú ætlar ekkert að hrósa Hafstein. Jó, ég segi það. Þetta var gott hjá dómarinn að sjá þetta, ekki spurning. Já, Hafstein Ingibergsson með þetta alltaf hreinu. Já. Þá kemur Magnús Óli hérna að fara fram hjá Vilja Gauta. Það er ekki fyrir hvert sem er að tölta fram í honum. Og Einar Andri býður upp á leikleið og við fengum þetta góða hljóðið eyrun hérna. Já. Það er spurning hvað Einar Andri setur upp núna. Þeir hafa verið í talsverðum vandræðum sóknarlega og svo sem ekki sérstaklega varnarlega heldur, þannig að hérna, hann kannski fer í 6-0 vörnina sína aftur eða ég hugsa sé nú kannski fyrst og fremst að reyna að finna einhverja lausnir sóknarlega og hérna. Já. Þetta er hérna, sem ég segi, það er ekkert sem kemur hann óvart varðandi varnarleikinu HK. Hann er bara eins og hann er og ég held að menn viti nákvæmlega alltaf hvað þeir eru að fara að gera varnarlega en þeir eru bara góðir í því sem þeir eru að gera og hérna maður það bara virkilega á móti að vera alveg hrikalega öflugur til þess að leysa þetta og F-fangarnir hafa ekki náði hérna í uppæðileiks. Nei, það er bara þannig. Þetta er HK-lið, vörnin er einhvern veginn komin á sama stall og Haukavörnin var hérna og er kannski hrikalega erfitt að spila á móti. Annars opnaði fyrir Sigur og hann fær víti. Leiklið að skilja sér. Já, opnuðu vel fyrir línuna þarna. Já, mjög vel spilað. Fyrsta skiptið sem Sigur Ágústsson fær boltan í leiknum held ég. Í það minnst inn á línu. Já. En það á hann ekkert að fá boltan eins þar annars þar heldur inn á línu. Það er rétt. Það vann hann einu sinni vörnin, sem ekki glemma því. Einar Rapp er á vítapunktinn. Það er glæsilegt víti. Einar Rapp Nesson. Uppalinn í Haukum fór í Fram og er núna komin í FH. Já. Hann er að nálgast hérna ásvellina. Hann er kannski að stoppa við Garðabænum og svo í Hafnarfjörðinn, svo í FH og svo enda þetta á Haukum. Já, hver veit hvað gerist. Já, maður veit aldrei. Eyþór, þetta sko tekur vörnin. Sérðu hvað maður er að lesa þetta komið. Kom inn í 6-0 vörnina. Fann lausnir á varnarleiknum hjá HK. Það er ekki ástæðulausið í bæðum að koma. Nei. Hérna er Ólafur Víðir. Hérna Eyþór hægra megin. Þetta er erfitt færi fyrir hann. Og Daniel að verja enn og aftur. Daniel kom með 5 skotvarinn. En ekki hvað. Þessi mál er ráðast á hann inn á miðunni, hann getur stokkið yfir á. Já. Það er vörður nú samt sem maður hjá honum á hann skotið. Vissulega. En það var nú einhver miskilningur handa milli Villa og Bjarka. Og Villi horfði að sjálfsögðu bara undrunar augum að Bjarka því að þetta var alls ekki Villa að kenna. Það segir sig sjálft. 5-7. 2 FH-mörk í röð. Það eftir leiklið, það er jákvætt, FH megin. Já. Fyrir hálfleikur að verða hálfnaður, 2 mörk er ekki neitt. Það er þolinmóður HK. Ólafur.
Það sér hann að bolta seint frábælega varið. Já, mjög vel varið. Þetta var ekki auðveldur bolti að taka. Virkilega góð markvarsla hjá Daniel Frey Andrisinni. Andri kemur hérna út á Magnús Óli inn á Ragnar og Ólafur Gústafsson sikkur með við hann Bjarki og Einar í hornunum og Sigurinn inn á línu. Þarna klikkar þetta á Bjarki inn á horninu, Bjarki skorar. Já, Bjarki Jónsson með sitt fyrsta mark. Já, athyglisvert að sjá Bjarka hérna í horninu, Þorkell. Miðað við síðustu leiktíð, ég svo sem ekki sé mikið til FH því miður svona öður tímabilinu en síðustu leiktíð þá var hann frábær. Já, Þorkell spilaði virkilega vel í fyrra og nú hefur Baldvin verið alveg frá, þannig að maður kannski átti von á því að hann myndi svona kannski stíga enn meira upp en hann bara fær mikla samkeppni frá Bjarka og Bjarki hefur bara verið að spila býsna vel. Já. Þannig að þeir eru ekkert illa staddir með vinstra horni hjá sér. Nei, heldur betur ekki. Sjálfsagt á hérna Baldvin eftir að koma inn svo. Já, glæsilegt skot. Erfitt að vera þarna upp í skeytunum nær. Atli Karl Backman, hann á það til að detta í þessi glæsimörk. Já, hann hefur ekki skorað mörg en þau eru yfirleitt alltaf glæsileg. Já, þetta HK stóli pínkulítið á það að hann þroskist svolítið vel og eigi gott tímabil. Já, hann þarf að stígu upp og fær náttúrulega marga mínútur núna með hann að Tandri frá. Og hann bara græðir á því og eykur í leiðina breytina hjá HK-liðinu. Þarna opnar Magnús Óli fyrir Sigurð og vítakast. Já. 2 mínútur. Það var vel spilað. Þá kemur Björn Ingi Friðþjófsson í markið og freistar þess að verja vítið. Wilhelm Gauti nútaði 2 mínútur. Já. Hann er bara hissa á þessu. Aldrei þessu vant. Einar Hrafnsson á vítapunktinn. Sláininn. Já. Ekkert af þessu, glæsilegt. Glæsilegt skot. Hann greiddi Birni Inga. Þessu fáu hárum sem eftir eru. Já, ekki var það fast en örugt var það. Já. Já, athyglisvert, komið niður í 7-8. Leikliðið heldur betur að skila sér, breyttu varnarleikur og eru bara miklu skynsamari og eru að finna lausnir sóknarlega fæðingarnir á meðan að HK-lið er í svona smá vandræðina. Já, Ísak Rafnsson komið hérna í vörnin á Daniel með þetta skot og nafnansver. Þá koma fæðingarnir Ragnar. Já, hérna á að stoppa hann velgert hjá Eyþóri. Já, mér finnst að Ragnar geta farið kannski á lítið meiri krafti á þetta en svo má segja að hann hafi bara verið skynsamur. Já. Magnús, Eyþór. Þeir segi Daniel Einarsson mætir hér utalega Ólafur Gústafsson og ruðningur dæmdur á Magnús Óla. Þá koma gestirnir. Magnús Óli. Það er 2 mínútur. Bara 2 mínútur, já. Væntanlega sagt eitthvað. Já, ég myndi ætla það. Já, hann vil meina að hann hefði haldið á boltanum á lengi. Já, þetta er enn og eftir, þá verði ég að hrósa dómaranum. Þegar hann leyfði þeim að fá hraðahlaupið og rekur svo út af. Já. Þannig að þetta sér maður ekki átt. Venjulega þá er bara leiktími stöðar og við komum til reikin út af. Menn hafa í mörgum leikjum stoppað dauðafæri til þess að gefa guldspjald. Já. Þannig að þetta var góð dómgæsla vissulega. Já. Maður sem skilur leikinn. Já, það hefur ekkert vantað upp á það. Glæsilega gert. Já, þetta margt til á hann. Aðeins kominn í teginn hana. En fekk að klára þetta. Já. Það vilja sóknar þengjandi menn fá að sjá. Já, ekki að flauta á svona. Það var HK komið fullskipalið.
Bjarki, Andri, Ragnar. Þá innum færið hér með rúmlega mínútu. Ólafur sækir aukakastið og skýtur svo, já. Já, tekur þetta réttu stað. Frábærlega gert hjá Ólafi Gústafssoni. Já. Gaman að þessu. Sofnuðu örlítið á verðinu, Hákamenn. Ólafur með sitt 3. mark. Já, menn verður alltaf að halda einbeitingu, það bara þannig. Það bara ekkert öðruvísi. Og Garðar Svansson og Enn mér Daniel. Frábær markvarsla. En Háka á boltan. Ég held að Danni sé komið talsveit fleiri bolta en Arnór og samt eru þeir marki undir. Já, 9 bolta á móti 4. Og martaði úr mjög opnum færum. Og Eyþór hérna í döðafæri, hann skorar á sjálfsögðu. Þeim eru aftur í bytsumör, 8-10. Já, þetta var vel spilað hjá Háka þarna. Mjög vel gert. Nú kemur Sigur Ágústsson inn á línuna að FH með fullskipa lið. 9,5 mínúta til hálfleiks. Munurinn 2 mörk. Þá kemur Ólafur. Sjálfsögðu fer Ólafur þarna, þetta Daniel bara að bíða. Sigur Ágústsson planta sér þarna. Danni komið niður á 6 metra og Ólafur gerði vel, hann réðst bara beint á hann og er helmingi hærri en hann, þannig að hann bara lyfti sér upp og skýtur yfir hann. Já. Þetta er nánast dauðafæri fyrir Ólaf Gústafsson. Já, þetta var gott mark. Þannig að munurinn aftur 1 mark. Vilhelm Gauti inn á línunni, Garðar í gegn, Garðar er áræðinn. Já, virkilega vel gert. Gott slút, þetta þröngt færi. Garðar er einn af þessum leikmennum sem hefur komið skemmtilega óvart í upphæði leiktíðar. Já, heldur betur. Hann bara var held ég ekki í hóp hjá Háka við fyrra og hérna. Nei, já, aðeins í lokleiktíðar minnum mig. Já, það getur verið, en að minnsta kosti spilaði ekki neitt. Nei. Og hann hefur fengið hér dýrmæta mínútur og bara skilaði mjög vel. Það er svona bara raun og veru skemmtileg bónus fyrir Háka-liðið að fá svona ungar strák sem eru uppalinn hérna í Digranesinu. Þeir hafa ekki komið nógu margir þaðan undanfarin ár. Nei. Ragnar Ólafur og hann með skotið, þetta verður Arnór. Já, kemur Daniel á ferðinni. Já, Daniel Freyr ver. Og FH Hákarnir hratt upp Sigurður. Og hann skorar vel gett á Sigurði. Já, sömulegis bara hjá FH-liðinu. Þeir keyrðu í baki á þeim og uppskáru gott mark úr því. Garðar hérna að stýra spilinu. Útilínan hjá Háka hann má segja að það er bara enginn aðeins spilað með Háka-liðinu í fyrra. Atli spilaði eitthvað á keppnistímabilinu en þegar út í úrslagkeppnina var komið þá spilaði nú nánast ekki neitt. Þannig að þetta er bara ný útilína hérna hjá Háka. Já, Atli kom sterkur inn tímabili hitt í fyrra en náði sér ekki strikk í fyrra. Nei, það var svona svo kallað annað ári í honum. Já. Vel gert hjá Ragnari. Þetta yfir. Þetta var langleiðin á Selfoss. Já, fast var það. Þú illa með einhverju auðlýsingu þarna fyrir aftan markið, heldur hún hafi dottinn niður. Borga lítið þessi sem voru þarna, þannig að það skiptir einhver mál. Já, hann fengu FH Hákarnir tækifæri til að jafna leikinn. Það var því ekki. Eyþór Bjarki ekki fengið mikla móða niður í horni. Garðar Svansson gerir þetta frábærlega. Mjög vel gert. Samanskapi ekki sérstakur varnarleikur, það verður að segja alveg svo er. Sigurður alveg lítur við parkettið og
Nei, en tölti gegnum miðja vörnina. Já, það var og engin varadekning og það svona ekki alveg það sem þú vilt sjá. Já, Magnús Ólu hætti vel varið. Hann skellti sér hann upp á stæðstu blokkina. Já, og þeir ná náttúrulega beina boltan að sem Arnór vill fá hann. Já, þetta var nokkuð beint skot og bara vel lesið á Arnóri. Þannig að nú fær HK tækifæri til að koma þessu 3 mörk. Þeir fljótt að fara þannig að þú nýtir ekki tækifæri til að jafna. Já. HK-lið svona taka sér góðan tíma í sóknindar hjá sér. Já. Með 2 skiptingar og fleira og þetta svona. Daniel inn á horninu og enn ver Daniel frá nafna sínum. Yfir þetta Bergrendar. Já, vel gert. Vel gert og frábærlega varið. Já, ég get þetta líka, segir Arnór. Það var góð línusending hjá Andra Berg. Já. Það var Halldór Guðjónsson kominn inn á. Hefur átti meiðsli að stríða og svona skarf fyrir skildi á F-fáingunum. Hann var að ná sér vel á strik og styrkir á mikið. Þannig fyrir Sigurður, já, það er auka kast. Ólafur Gústason klippir hérna út. Bjarki leysir. Klippaði líka Halldór og þetta er frábærlega gert. Lúktin, meiri háttar. Sýndi skottekni sína þarna, hamraði boltan upp í vingilið. Hér er reynilega allt vittlust í stúkunni þegar hinn margfrægi Sigurður F-fáingum mætti í húsið. Já, sko, engan undra. Nei. Einsvarsmunur. Mér sýnist að tilla sér samt HK megin. Ég skil nú ekki alveg hvað hann er að gera, eitthvað villast. Hann er að trufla strákan á trómunum. Já. Allir Karl Backmann að skora. Vel gert. Enn og aftur svona setja í samt smá spurningamerki við varnarleikinn hjá. Þarna var Ragnar og lengi að losa fyrir boltan. Já, allt og lengi að koma inn yfirtala. Já, Daniel Örn. Helgi Már Elísson. Hann hefur skorað 2 mörk, þau eru bæði úr vítum. Hann hefur ekki skotið nema úr vítunum 3 sem hann hefur tekið í leiknum á markið. Gjörsamlega sveltur niður í horni. Þetta er að sé samantekið ráða Einar Rapp sé bara Já, mér sýnist það svona fljótu bragði. Þeir hafa verið að fá hérna Garðar hefur verið að fara hérna og bæði Garðar og Eyþór og eins Óli. Þeir hafa verið að fara mikið hérna milli 1 og 2 og Einar Rafn hefur ekki komið í Haldsarmyndur á Andra Berg. Einar Rafn hefur ekki komið í hjálpina, þannig að það alltaf sé ekki hérna svona, já, þeir ætla allavega ekki að hleypa Bjarka inn úr horninu. Nei. Fórna þá væntanlega plásinu hann á milli 1 og 2. Já, það er betra að fá skiptuna þar en heldur hann á diamandinum. Já, það er samt hefur nú ekki hefnast alveg nógu vel. Þeir hafa verið að bæði Eyþór og svo Garðar hérna nú nýverið setti bara mjög gott mark hérna. Já, og vissulega Ólafi Víðir líka. Já, Ólafi Víðir, þannig að þeir nú konum með 3 mörk þar, þannig að og Atli Karl er þeir glæsilega gert hjá Atla Karli Backmann. Enn eitt marki sem að kemur núna milli Hornamanns og bakvarðar hjá F-liðinu. Það eru svona virðast kannski eiga í smá vandræði með það. Þetta sé komin einhver, allir ekki komin einhver 5 mörk eitthvað svoleiðis af þessum 14 sem eru bara hér milli 1 og 2. Já. Einar og Ólafur Gústason. Ragnar, Daniel stelur þessum bolta auðvitað, boltan hreinlega kasta til hans. Já, ég ætla að segja, það voru ágætisfæslur hjá fæðingunum hérna en svo kom bara ein léleg sending og allt ónýtt. Já, þar með þökkuður fyrir sig. Já, 3 marka munur, HK aðeins að sigla fram úr hér aftur á lokasprettunum. Það var 11-12 áðan en HK skora 2 og fær tækifæri til að bæta í 3 við hérna. Hérna boltinn út í hornið og Daniel Örn Einarsson en Daniel Freyr Andrésson. Hann ver alltaf þegar nafninn er að skjóta. Það er bara þannig, þetta er alveg með ólíkindum. Daniel skýtur og Daniel ver. Já, nefnilega þetta með Einar í hálfleik.
Magnús Óli, það fær hérna aukakastið 15 sekundur í að verða með fullskipalið. Já, nú þarf að vera skynsamir og spila bara mannin inn og stilla svo upp í eitt gott leikkerfi. Þetta er ágætlega gert með Magnús Óla. Tæpur á skrifunum þetta en. Stutt í sigur. Ólafur vill fara upp eða hvað, sækir aukastið, FH með fullskipalið. Setja upp í eitt gott kerfi og fá marka á þetta og minnka þetta niður í 2. Hendin ekki, já. Já, Galop með sigur þarna og skorar. Það var vel gert. Þeir steingleymdu sér varnarmenn HK, fóru 2 frá honum. Já, eitthvað misskilningur þarna. Nú þurfa FH-ingarnir að halda þessa vörn og halda þessu 2 mörkum. Svona fyrir okkur sem eru bara að... Viljum spennandi leik. Já. Þannig að samarskapið. Og höldum fyrst og fremst með dómurunum. Já. Og tímavörunum líka. Eyþór og Atli Garðar út í horninu af Bjarka og þar er Einar fyrir honum. Já, hann fer niður á endalínu til þess að stoppa. Já. Og Kitti tekur leikli. Jöfull, maður bannaði þessi leikli, maður. Þetta er agalegt, sko. Þú mannst þetta þegar þú spila næst í kriganum og við erum að sína. Já, hleppi ég leikli í honum, hlífa lísendum fyrir háaðum. Og áhorfendum. Já, Kristinn er með eitthvað 12 sekúndna kerfi til þess að koma þessi 3 mörk. Hvað sem maður myndi ætla að væri þauðlægt. Já, ég held kannski að myndi setja Ólaf Víðir inn á, mér finnst hann nú ekki líklegur til þess, þannig að... Nei. Ég spái að miðjumaður leysi frá Eyþóri og Eyþór fær blokkir ykkur á línumanni og á bara að fara í lofti og skjóta. Eða senda á Atla á ferðinni sem fyrir á milli 1 og 2. Gæti verið, já. Já, 12 sekundur, það er ekki langur tími, það er miklu meira nóg. Hvað gerð? Nei, Og hann þeir fara strax sækir bara- til Eyþórs. Nei, heyrðu, þetta var Ólafur nú- Gústafsson og stinnið þetta er ekki það sem getur Nei, teiknað. þeir hafa nógan tíma. Frábær sending Bjarki og Nei, varið nei. og tími rennur út. Já, FH-arnir fengu heldur betur færi til þess að... Þetta var svona smá klaufalegt hjá HK og samanskapið góð vörn í FH og svo klaufar að ná ekki að minnka þetta niður í 1, fengu sannarlega tækifæri til þess. Heldur betur staðan í hálfleik 12-14. Einar Rafn Eðsson markaðastur FH með 4 mörk líkt og Ólafur Gústafsson. Sigurður Ágústsson með 2, Bjarki Jónsson og Magnús Óli sikkvort markið. Hann varði 13 skot í markinu, Daniel Freyr Andrésson samt er FH 5 mörkum undir. Atli Karl Backmann með 3 mörk líkt og Eyþór Magnússon, svo skora 2 Garðar Svansson, Ólafur Víðir, Bjarki Már Elísson og Daniel Berg Gretarsson. Arnór Freyr Stefánsson með 7 skot varinn. Við ætlum að bjóða ykkur upp á stórglæsilegan auglýsingapakka. Fylgist með honum. In the future, time travel is used by criminal organizations to make people disappear. They send them back in time to me. And I eliminate the target from the future. I never asked why, until the one they sent back was me. Joseph Gordon-Levitt og Bruce Willis hafa aldrei verið betri en í þessari mögnuðu spennumynd. Looper. This time travel stuff just fries your brain like an egg. Heimsfrumsýnd á Íslandi þann 28. september. Vissir þú að það eru 9 A-landsliðsmenn í handbolta sem spila allir í A6? Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible.
Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblogginu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í Hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin. Og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum. Tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. 30 years from now, the mob will control time travel. My job is to eliminate targets sent here from the future. Samfélkinnir, Looper. Even if the target is me. Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt. You let him run free. I'm gonna fix this! I'm gonna fight it! Og Bruce Willis rosalega. I'm gonna take everything you've got! Í einni mögnuðustu spennumynd þessa árs. This is my life now. You had yours already, so why don't you do what old men do and die? Looper, frumsýnd 28. september. Já, góðan daginn, má ég bjóða þér að líta svona út? Hámark próteindrykkur fæst í 4 ljúffengum bragðtegundum. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Boltinn í beinni með Mílu og sporttv. Míla. Lífæð samskipta. In the future, time travel is used by criminal organizations to make people disappear. They send them back in time to me, and I eliminate the target from the future. I never asked why, until the one they sent back was me. Joseph Gordon-Levitt og Bruce Willis hafa aldrei verið betri en í þessari mögnuðu spennumynd. Looper. This time travel stuff just fries your brain like an egg. Heimsfrumsýnd á Íslandi þann 28. september. Vissir þú að það eru 9 A-landsliðsmenn í handbolta sem spila allir í ASICS? Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblogginu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í Hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin. Og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum. Tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. 30 years from now, the mob will control time travel. My job is to eliminate targets sent here from the future. Samfélkinnir, Looper. Even if the target is me. Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt. You let him run free. I'm gonna fix this! I'm gonna fight it! Og Bruce Willis rosalega. I'm gonna take everything you've Í got! einni mögnuðustu spennumynd þessa This árs. is my life now. You had yours already, so why don't you do what old men do and die? Looper, frumsýnd 28. september. Já, góðan daginn, má ég bjóða þér að líta svona út? Hámark próteindrykkur fæst í 4 ljúffengum bragðtegundum. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Boltinn í beinni með Mílu og sporttv. Míla. Lífæð samskipta.
In the future, time travel is used by criminal organizations to make people disappear. They send them back in time to me. And I eliminate the target from the future. I never asked why, until the one they sent back was me. Joseph Gordon-Levitt og Bruce Willis hafa aldrei verið betri en í þessari mögnuðu spennumynd. Looper. This time travel stuff just fries your brain like an egg. Frumsýnd á Íslandi þann 28. september. Vissir þú að það eru 9 A-landsliðsmenn í handbolta sem spila allir í ASICS? Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblogginu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin. Og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. 30 years from now, the mob will control time travel. My job is to eliminate targets sent here from the future. Samfilmkynnið, Looper. Even if the target is me. Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt. You let him run free. I'm gonna fix this! I'm gonna find it! Og Bruce Willis eru rosalega. I'm gonna take everything you Í got! einni mögnuðustu spennumynd þessa árs. This is my life now. You had yours already, so why don't you do what old men do and die? Looper, frumsýnd 28. september. Já, góðan daginn, má bjóða þér að líta svona út? Hámark próteindrykkur fæst í 4 ljúffengum bragðtegundum. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta.
Jæja, orðundu góðir. Komið sælir aftur. Við ætlum að fylgja ykkur næsta hálftíman plusan tíma þegar dómararnir stoppa tíman. Ég í Kaplakrika þar sem að FH tekur á móti HK, staðan 12-14. HK yfir. Einar HK var betri fyrir hálfleik. Já, þeir voru klárlega betri. Voru skynsamari í sínu leik eins og þeir hafa verið bara af tímabilinu og svona virðast þekkja kannski sín takmörk betur en flest öllum í liðið í deildinni. Þannig að en að samaskapi gat FH minnka munn náttúrulega að loka sekúndunum niður í 1 mark og voru búin að jafna leikinn og ég held á tímabili gátu þeir komast marki yfir. Gátu jafnað, já. Þannig að þeir, ég held að FH getur svona nokkuð vel við unnað hvernig staðan miðað við svona hvernig hálfleikurinn hefur verið. Danni hefur náttúrulega verið að verja geysilega vel og mikið úr hreinlega bara mjög opnum færum. Já, og byrjar á að verja frá Atla en FH klaufar tapa boltanum á miðjumvellinum. Já, þetta svona kannski byrjar ekki ósvipað bara og fyrir hálfleikur spilaði. Fyrir hálfleikur spilaði, Það HK sé alveg klálega með færri tapaða bolta heldur en FH-garnir og Bjarki, Ólafur Víðir, Eyþór og Atli. Bjarki Már Gunnarsson inn á línunni, Leo Snær í hægra horninu, hér fær hann boltan. Já. Þekkja hann á aflituða hárinu. Þetta bara náttúrulegur litur. Þetta náttúrulegur litur hjá honum, já. Eins og þér. Já. Hér það Bjarki að minnka munin í 1 mark. Já. Það gerðu þeir vel. Fín vörn og keyrðu hratt í baki að þeim og nýttu sér þetta vel. Það held ég, Ólafur Víðir hefur ekkert spilað, spilaði ekki síðustu 15 mínútur að minnsta kosti í fyrri hálfleik og byrjar ekki inn á seinni hálfleikinn. Sannarlega skarfið skildi fyrir HK-menn og ég sé nú ekki eins og það, hann var nú eitthvað haltrandi þannig að... Já, hann gengur ekki fullkomlega heilt í skóar. Nei. En þetta geysilega vel gert hjá Eyþóri og samanskapið þá seti nú bara aftur spurningamerki við varnarleikinn hjá FH. Andri hliður í og steinleikur. Arnór í honum en gerði ekki nóg. Nei. Enda Andri óhemju fastur. Já, skora sitt fyrsta mark. Mestmengni spila börn. Já, og í horninu lengi vel. Já. Hann kominn í bakkurinn núna og fær að taka hans á því. Já. Atli svo heppinn að fá að spila á mótunum. Já. Það svona 100 kíló á milli þeirra. Eitthvað svoleiðis. Garðar Ragnar sterkur og nær að stoppa hann. Eyþór, Garðar og Atli fyrir utan eftir að ungi strákar. Já. Eyþór í skotið og 10 metrum og Danni verið þetta nú bara næsta auðvöldlega. Já, ekki góð ákvörðun. Þetta mjög hjá Ólafi. Skot í slána óöppin og Ragnar fékk hann í fótinn. Já. Ég held að það hefur verið fótinn á Danna fyrst en ég skal ekki segja það. Já, það má vera, ég sá það ekki. Nei, og þá mér fannst þetta nú. Þetta var ekkert hávær mótmæli hjá nafna mínum, en... Nei, að gera að fá... Skella sér 1 tiltal. Já. Það er löngu tíma bært fyrir 3 mínútur rúmlega linar á leiknum. Já, ég ekki komið spjald á, það er bara ekkert að frétta að bekkjónum hérna. Þetta er brúðir menn, þetta þekkjum við ekki. Nei, þetta er alveg... Hún vantar allt líf í þetta. Garðar og Ragnar mættur ákveðin hérna, frábær vörn. Virkilega bara öflugur varnarmaður Ragnar, sérstaklega maður á móti manni. Ekkert sérstaklega þægilegt en algjör óþarf að gefa hann tiltali mínum að því. Já, ég myndi að bara frábær vörn. Já. Leiðum henn svona aðeins að fyrir að renna blóði í mönnum, þá sjá dómarnir ástæða til þess að róa mig niður. Já, Garðar Ólafur stendur vel á mótunum eða hvað. Já, Garðar þurfti nokkur skrifið þetta. Já, mér finnst FH-vörnin vera að fara að minnst okkur núna þessa vörn standa betur. En þá náðu þeir, vel væri á Danna. Já, enn og aftur Garðar Svansson þarna með þetta skot.
Ragnar Ólafur og Ragnar skautar hérna eitthvað eftir gólfinu. Gæti ímyndað sér að þyrfti að þurrka þetta upp. Fram þarna og skildi eftir eitthvað sem ígildi við Gurnulögin og Selfossi haldi. Já. Strákurinn á kústunum hefur handleggi kústaður. Þetta jákvætt og sem hann sér unga krakka á kústunum í handbolta sem að hafa aldrei skúrað hvorki heima á sér en annars staðar. Þessi greinilega, hann þarf að skúra heima á sér. Allavega herbergið sitt. Það ljóst. Og það bara jákvætt. Það gott mál. Enda þurfa ungi drengir að læra þetta. Vel spilað. Þetta vel og vel gert hjá Sigurði. Frábær markvarsla. Maður spyr þarna, hann ekki búinn að losa og fær frítt skot? Ég ætlaði að fara að segja það komi. Þarna hefði ég bara rekið út af en háka á boltan. Já, ég veit ekki hvar boltin endaði. Endaði hann ekki hjá F-fangunum bara? Já, það getur enda fyrir. Já, en þá hefði ég bara stöðað leikinn einmitt og hann fara alveg frítt skot. Já. Ég held að þetta séu fyrstu mistingi sem Anton gerir í dag. Já. Lungu tímabili. Þetta er Samuel. Þetta er fyrirmyndar slútt úr vítakasti Einar Rafn. Þetta larði hann í Safamýrinni. Já. Já. Það er engi spurning. Já, F-fangunni bjóða upp og ham hér þegar Einar Rafn skorar. Já. Við viljum að hann skori bara sem mest. Já, það er hérna búin að jafna leikinn. 15-15. Láta kné fylgja, þú veist. Já. Byrja seinni hálfleikin vel F-fangar. Já. Vörnin sérstaklega góð. Sóknarleikur Háká kannski fallið aðeins svona í sama takt og hann var í seinni hálfleik á móti Akureyri á laugardaginn. Mjög fyrirsjáanlegur eitthvað. Þetta er náttúrulega ekki reynslumikli menn, það verður nú að segja þér. Þessi maður, hann hættir aldrei. Nei. Það er ágætlega gert við umbáðum. Ragnar nær að stoppa. Já. Hann fín fótavinna hjá honum, komst fram fyrir hann. Já, Danielsson með slaka sending og Einar Rafn hér. Já, flott sending hjá Danna í markinu og Daniel mættur. Virkilega vel gert. Já. Það er búin að koma 2-3 moment þar sem maður sjá Ragnar ná að losa boltan. Þeir eru konir í yfirtölu og hann svona hangir örlítið lengi á boltan. Já. Sex mínútur hér að verða liðnar af seinni hálfleik. Staðan 15-15. Nú að fá með boltan geta komist yfir. Já, manstu hvernig það voru yfir síðast? Ég held að það er bara hreinlega aldrei. Á móti IR hérna í síðasta leik. Það var 24-23 á móti IR. Já. Eða 25-24. Ólafur Gústafsson. Glæsilega gert hjá Ólafur Gústafsson. FH komið yfir. Fyrsta sinni leiknum. Það bjóða Ólafi upp í dans. Svona flugbraut. Það er hérna. Já, hann þykkur þennan dans á hvaða balli sem er. Þar sekundur í að Háká verði með fullskipalið, við höfum ekki gleyma því að... Já, en enga síður að hafa F-fangarnir nýtt þetta mjög vel. Já, mjög vel. Vunnu þennan kafla 2-0 og það er bara jákvæmt fyrir F-fangar. Nú að sjá hvort að Hákamenn hafi ykkur á lausnir á þessu, þeir hafa verið í vandræðum. Daniel, Ragnar stendur vel á mótunum enn og aftur. Spurning hvort að Danni hafi útaldið yfir að spila bæði sókn og vörn. Það er spurning, hérna verð Daniel fyrir Daniel og Ólafur kýlir boltan til andstæðingarna. Já, engi sjansateknir, það er bara koma boltanum í burtu. Þetta er bara varnarleikurinn og baráttun hjá F-liðinu alveg til fyrirmyndar. Þeir eru að standa þetta vel, þeir svona svo sem er ekkert að sækja á langt út og eru samanskapið bara mjög þéttir fyrir og hérna þeir, hann finnur leiðina fram hjá Daniel. Svaraði hann því bara. Daniel með 18 skotvarinn í marki FH. En kom engum vörnum við þarna. Nei, Eyþór að skora 15 marki sitt og standa sig mjög vel. Mjög vel og ef maður rétt í síðasta leik var hann með 5 mörk úr 6 skotum og hérna er það ekki bara eitthvað svipað núna? Hann er búinn að nota 9 skot í þessi 5 mörk. Já, ok. Það er það óefni bara hann á 2-3 skot reynilega. Já. Gústafsson og hann með sendingunum á Sigur. Já, vel gert á Sigurði. Já, vel gert. Það er lagleg stóðsending á Sigurði en nýtir
Bjarki Jónsson færinn hérna út í horninu. Spila vel í dag. Þarna var Bjarki. Og með 3 mörk. Bjarki hélt Sigga algjörlega og Leo fór svona í svo kallega enga hjálp og skildi sinn mann eftir. Já, ekki skynsamleg. Nei, ekki vist að Bjarki skoraði allavega. Já, FH aftur yfir 17-16 Eyþór. Já. Garðar. Ágætis fæslur á boltanum hjá þeim hérna. Þeir þurfa að færa boltan hratt svolítið og koma í árásir. Leið og þeir fara í þessar niðurstungur og stoppa floti á boltanum, þá gerir það FH-vörnina auðveldar fyrir. Þeir eru sterkir, eru þungir og hérna, ef þeir komast í kontaktinn og ná að stoppa boltan, þá eru þeir á heimavelli, en kannski að samanskapi, ef þeir ná að færa boltan hratt og að þá hérna, sérðu það Þetta er einmitt þess að tala um. Þetta, að mínum mati held ég að þetta þýðir lítið. Þeir eru miklu líklega sterkari FH-ingarnir og þyngri og hærri, þannig að þeir verða að færa boltan hraðar, ágamenn. Þarna fer Magnús aftur, nei, stoppaður. Eyþór Magnússon. Já. Andri Berg þarna tilbúin að missa sig aðeins. Alltaf klárið það, Eyþór þetta tók háörnin. Já. Og á sá. Það var aldrei á leiðinni á markið þessi bolti. Það var alveg, og 2 metra menn þarna komin í 4 metra hæð, eru hoppuð með hreyflan uppi. Og svo tapaði bolti. Ég held þetta er bara nokkuð skynsamlega gert ef Eyþór að kasta þessu bara ekkert út í horn og bara ná að skila sig tilbaka. Já, fá ekki hraðablöpu. Já. Það er nokkuð til í því. Eitthvað ömurlegt skot á marki og Danni hefði bara grýtt þessu fram eða eitthvað svoleiðis sko. Þannig að það er... Nú veit ég ekki hvort að það var hugsunin hjá honum. Magnús Óli þarna ekkert flautað. Nei, það var ekkert á þetta. Hann átti bara að koma með 2 menn í sig og átti bara að losa áfram. Og komaður það, Daniel. Eyþór FH-ingur fljótur að skilja sér tilbaka. Vel gert hjá Daniel Berg. fær hennar bolta og skilar þessu netið. Já, Háká jafnar metinn. Glæsileg sending á Dannaberg. Þá koma FH-ingur alltaf að reyna að gera þetta en róa svo. Skynsamlega gert. Kemur Ísak út af og Ólafur í skyttuna. Óli hvíldi eina sókn. Já. Og hér kemur hann. Þetta er svolítið svona líka, kannski svona bæði stuttur aðdragandi og þeir eru nú bara nýbúin að stilla upp, þannig að kannski fá aðeins meira flota á boltan og búa til betri stöður. Þessi Bjarki, hér kemur annars skot en það steinleikur. Andri Berg Haraldsson. Hann var hlaðið þannig í. Já, þetta var virkilega gott skot. Það var alveg spurningum að þetta vörnin sé ekki alveg nána með Arnór í markinu. Nei, Arnór varið 9 skot. Þetta er svona fyrsta skipti á tímabilinu sem hann er ekki að finna sig. Já, svona miðað við hans allavega hérna. Þetta er vel varist þarna hjá Ragnari og... Góðu bolti á Andra Berg. Allavega þokkalugur. Einar, hann skorar. Já, þetta er þröngfæri, frábælega gert. Mjög vel gert. Einar Rafniðsson og ætlar Kristinn að taka leikli, en að velta spjaldinu. Sýnist það. Já. Hann fenn nú ekki hröðum skrefum samt, en... Nei, blótar aðeins og... Hann er yfirvegaður hann Kristinn, með eindag. Já, yfirvegaður og meðan við rauðharðan mann, þá er það með ólíkindum, en nú lætur hann menn heyra það. Það heldur betur maður. 19-17 undir. Hann er brjálaður. Yfirvegaður. Ekki, en samt yfirvegaður. Já. Spurning hvort það skilir sem hann er að segja þegar hann rónar svona mikið. Það vantar alveg mikrofón handa niður núna maður. Þú tekur að þér hernatólinn og held ég að það heyrið í honum. Já, það er svolítið. Það ekki, það kemur alveg gargandi. Ef að menn vakna ekki við þetta, þá er ekki breyk.
Einar Andri var öllu yfirvegari og rólegri. Rólegri. Í FH. Hann róðnaði ekki allavega í leikliðinu. Nei, fengum hérna aukaflaut. Þetta er 50 sekúndna flauti. 18 mínútur tæplega eftir af leiknum staðan. FH 19, HK 17 og við munum að var ekki 12-14 í hálfleik? Jú. 12-14, sem sagt 7-3 í seinni hálfleik, FH í vil. FH-ingarnir byrja bara eins og HK menn þeir byrjuðu leikinn. Í raun og veru. Varnarleikur FH frábær. Já, mjög góður. Ungu strákarnir hérna fyrir utan hjá HK í vandræðum og þessi maður líka frábæri markinu yfir 50% markværsla. Hann er búinn að vera virkilega góður í dag. Fann sig ekki alveg, gott hlaup hjá Einari, frábærlega gert. Já, þetta er stórkostlega gert. Já, það er bara allt annað að sjá FH-lið núna í seinni hálfleik heldur en í fyrri hálfleik. Já, FH tapar 2 leikjum í röð og heldur betur að svara gagnrýnisröddunum. Það sýnir kannski enn og aftur það sem við vitum þessa stórkostlu, en það getur aldrei bókað nein úrslit. Nei, þetta er alveg, þetta er út á söður og austur og vestur mann. Þetta er, þú veist, það veit enginn eitt hvernig þessi leiki fara fyrir hann. Nei, þetta er ekki búið þó að HK tapir boltanum klaufalega þarna. Bjarki Jónsson alla leið og skorar. Já, þeir eru að skeina þeim hérna, FH-ingar, Íslandsmeistararnir líta illa út hreinlega í fyrsta skipt á tímabilinu. Já, ég sammála því. Þeir líta bara mjög illa út hérna núna síðustu 5-7 mínútur og hérna. Og lykillinn að því er að FH-nar standa vörnina og fljótur að skora. Já. En að samaskapi þá verður nú að segjast alveg sem að hérna það náttúrulega vantar mikið í HK-lið sóknarlega. Ólaður Víðir ekki með, Tandri meiddur og Óli Víðir meiddur. Dúrits að flytja heim, eða reyna að flytja. Já. Þannig að þeir eru svona dálítið glæsilegt. Allir svara því bara. Já. En þeir eru vangbrotnir að mínu mati og hérna, en þeir eru náttúrulega búin að gera alveg og Kitty frábæra hluti það sem af vetrar að mínu mati. Búin að vinna virkilega góða leiki og góð stig í vetur og hérna náttúrulega söguleg spá Íslandsmeisturinn neðsta sæti þarna. Jú, þú ert sigur um það. Hérna er Sigurður. Þetta er velvarið. Ekki setja mig í sama hatt og nei. Svo, já, tapaðir boltanum klaufalega. Arnór Freyr var þarna að verja sitt 11. skot. En seinni hálfleikur er hálfnaður. Staðan er 21-18. FH vil tryggja marka munur en þó að það verið sem svo að Örnfell vatni til Hafnar. Vatni til Hafnar? Vatni til Hafnar, já, vatni er ekki. Maður heldur að þetta vatni. Það er aðeins verið að breyta til hérna. Já. En þá kom okkur að kjarna málsins. Það getur allt gerst. Jú. Andri. Þetta er ekkert búið fyrir feita, þú veist, syngur. Flautar hérna í lokin, já. FH með skotið en búinn að hlaða vel í Andri Berg. Já, búinn að eiga enn einn svona línusendingi sem að hérna Klikar, HK með fljótir líka að tapa boltanum. Þetta er klaufalegt. Þeir eru að flýta sér aðeins svo mikið þegar það kemur í sóknunar. Þetta er bara ólíkt HK-liðinu, mínum mati. Þeir hafa verið mjög agaðir og skynsamir í öllu sínum aðgerðum bara í alla vetur og þeir svona mér finnst þetta ólíkt þeim. Þetta held ég að Kitty sé alls ekki sáttur. Nei, Halldór hérna í hægri skiptunni, Ólafur. Vel gert í Ólafi. Og á hliður hann aftur og aftur, nú ver Arnór frá Andra, hann hitti á markið þetta skiptið. Þetta var enga síður bara vel spilað og fengi ágætisfæri en Arnór varði vel. Kominn í 12 skot, spurning hvort hann sé að fara að loka markinu. Annað eins hefur gerst. Já, meðal annars hér í Kaplakrika. Jú. Þetta er kannski fyrst orðist hérna sóknarlega sem að HK þarf að fara að finna lausnir á sínu leik. Þannig er hérna stjórnarspilinu og hvað? 2 mínútur. Og fríkast, ok.
Já. Kom þarna einhver hrinding eftir skotið. Já, mér sýndist að gæti verið í skotinu. Já, skaut langt yfir hann, það er ekki ólíklegt að. Ég held að þetta sé bara rétt, þetta er bara áherslu, það sem menn er að tala um, að það er að reyna forðast hrindingar í þessu stöðu. Já, ég finna að maður í loftinu og honum er hrind og það er svona, stundum svona, finnst mér dómar kannski gleyma þessu stundum en þetta er svona, ég held að þetta sé hárrétt dómur. Já, Atli, þetta er vel gert hjá Atli Karl Bachmann. Linkar þetta í 2 mörk, 21-19. Nei. Sá Hákon nýta liðsmun virkilega vel í fyrri hálfleik. Já. Og náðu að byggja forskot hann í 5 stöðum yfir tölunni. Spurning hvað gerist núna, hvort þið náðu að saksa betur á þetta og jafnvel með jafna metin. Já, þeir standa nú yfirleitt vörðina til dæmis alveg geysilega vel fleiri, þannig að hérna ekki þarna Bjarki Jónsson. Það má ekkert hrós. Nei, þetta er svokallað Jinx. Og það var einhver að halda það fram að Jinx var ekki til, það er náttúrulega mesta þvæla sem ég hef heyrt. En svo sannaðist þetta einu sinni sem oftar. Vel gert hjá Bjarka. Já. Eyþór, Atli, út í hornið eða hvað, vel varist þarna hjá Bjarka. Fín vörð hjá Bjarka. Það eru 35 sekúndur í að FH verði með fullskipa lið. Já, þeir þurfa að ná einu marki hérna á þessum tíma. En gera það skynsamlega. Já, alveg sama á þann. Virkilega vel spilað. Atli Karl Bachmann að skora sitt 7. mark. Já, hann er spilað vel í dag, Atli. Ekki átt að saka hann þessa stöðu sem HK er í núna. Nei. Þau eru svona, bæði hérna einu fleiri og eins bara átt fín skot utan af velli, oft í mjög erfiðu stöðum. Já, 6 mörk í 8 skotum er ekki slæmtur í skiptu. Já, takk fyrir það. Já. Einar Andri tekur leikhlé. Í þann mun sem að FH var komið með fullskipa lið. Hann vil endurskipuleggja þetta. Þetta er leiklið sem hann hefði kannski ekki tekið ef hann ætti bara 1 leiklið í seinni hálfleik. Já, hann hefði ekki tekið þetta. Já, þannig að þetta er svona... Þetta er jákvætt. Mér finnst þetta mjög gott. Fá 2... Já, bara, þú veist, maður sé ekki alveg bjarga laus alltaf á hliðarlínunni, mann. Já. Að reyna að bulla eitthvað í mönnunum og róa þetta niður stundum og... Eða reyna að kveiki í mönnum líka. Þetta er nú kannski samt alltaf bara þvælan maður sem vellur upp úr mönnum hérna í þessum leiklíðum og enginn að hlusta maður og breytir ekki nokkru sköpuðu hlut maður. Það er örugglega misjafnt. En FH, eins og ég sagði, komið með fullskipalið núna staðan 22-20. HK náði að minnka munni 1 mark. Já. Unnu þennan kafla 2-1, það er nú svona 2-0 er gott en 2-1 er, það er betur en 1-1. Það er lágmarkið. Já. Ragnar, Ólafur. Góður. Gauti náði þarna að fylgja honum, gerði vel. Það fara ekkert margir í gegnum Vilhelm Gauta. Nei. Þannig, við láta þurrka gólfið að sjálfsögðu. Það fekk hann svolítið, það fekk eiginlega aukstina svolítið á kjaftinn í rauninni, sýndist mér. Já, þetta var harður af sér og... Þetta var alveg að mörkun að vera skruðningur. Já. Á Ragnar. En hann slapp með þetta á, FH heldur sóknin áfram. Kitty búinn að breyta hérna í 5+1 vörð. Ólafur kasta frá sér boltanum. Daniel og reyna að koma boltanum Atla, hann nær honum vel gert hjá Atla. Og hvað? Vítakast. Daniel náði að verja. Já, Kitty breytti í 5+1 vörð hérna í leiklíðinu og kannski kom með FH-ingum eitthvað óvart. Þetta er gott triks hjá þjálfurum að Einar hefur sjálfsagt undirbúið sig eitthvað undir bara 6-0 vörðina en... Já, ég vil fljótur að falla niður í hana. Það geti verið.
Þetta bara fyrsta skoti hjá Bjarka síðan á 50 mínútur. Já, tók 3 víti á fyrstu 5 mínútunum og svo núna þetta víti. Já. Allt og lítið sem Háká fengi út úr Bjarka Má sinni. Það náttúrulega mörguleiti svolítið háður samherjum sínum, verandi vinstri hornamaður. Það erfitt að gera hlutinu på eigin spýtur, en hérna, enga síður, það ekki spurning. Þetta leikmaður sem hefur skorað mörg, bara 10 marka maður í leik, þannig að þetta sannlega muna miklu. Þetta var vel gert hjá Magnús Óla Magnússoni. Já. Já, en það líka kannski til marks að Háká verið ekki fengið hraðablöpinn í þessum leik. Þeir að skora 1 hraðablöpp mann. Já, Bjarki hefur, fengið 1 hraðablöpp eða? Nei, ekkert. Nei, ekki neitt. Tekið 4 vítaköst, skorað 3, ekki skotið annars á markið. Nei. Já, flott. Já. Vel gert hjá Ísaki hann að... Já, það er góð vörð, en svona... Reynar. Og Ísak. Daniel og hann inn á línuna, Einar. Skotið í slána og niður. Ekki inn, aldrei inn. Nei, hann var aldrei inni. Hann vildi held ég fá vítakast. Það var að Bjarki mættur, hann ekki að komast alla leið. Ég sá ekki hvort að Danni stóð inn í teig eða ekki, en... Hann fekk bara frít skot. Já. Viljum við ekki Háká minnka þetta niður í 1 og við fáum hér æsi spennandi loka mínútur? Meira gaman þegar þetta er spennandi. Það er óneitanlegt að ára allir, nei. Vörðunum er að fá öflug þarna, Daniel. Það er að losa boltan á vandræði með að höndin komin upp, Eyþór. Bjarki. Já, vel gert, fer hann sjálfur Bjarka. Og sækir auka kast á geta. Góð vörð hjá Einari. Líklega stilt upp fyrir Eyþór. Eitthvað staðar hérna lengst niður í horni, kastar hann þessu ekki bara upp í stúku. Þetta nú tekið á kolvillisu stað. Og Daniel með skotið í Ólaf Gústafsson. Þeir eru ekkert að ná að... Það er skotið að koma hérna, Eyþór. Það fær hornið. Þetta er rosalega pirrandi. Hendin er búin að vera uppi lengi og ekki dæmt. Já, það er ekki dæmt. Nei, það er rétt. En núna eins og það bara að taka innkasti og svo bara flauta, það er ekkert hægt að gera. Já, hann skýtur. Já, Bjarki. Já, þetta er bara skynsamlega gert held ég á Bjarka. Ekkert verra færi heldur en hvað annað þessari stöðu. Nei. Daniel Bjarka. Hann er alveg sveltur kall greiði líka, þannig að... Já. Öxlinn á honum þráði þetta. Þessa hreyfingu. Það var hann ísköld. Já. Já, það er að Magnús að stýra spilunni að fá 2 mörkum yfir, getur komist 3 mörkum yfir hérna. Flott vörð hjá Bjarka. Já. Bjarki Gunnarsson gerir vel hérna. Já, það eru ennþá í 5+1 vörðinni, stíga langt út í Ólaf Gústafsson og... Nei. Óli, þetta var... Það var eitthvað. Já. Við kannski vitum ekki alveg hvað þetta var. Nei, reynilega ekki. Já, rauðningur, þetta er hárréttu dómur. Frábær varnarleikur Ísak Rafnsson spilar virkilega vel. Já, hann er bara komið sterkur inn í seinni hálfleik. Hann var slagur fyrst maður í fyrri en öflugur í seinni. Já, eins og kannski fleiri í hans liði. Jó, hann var ekkert einn það í FH-liðinu þetta. Kemur hérna, held ég, hornarhlaup hjá Bjarka. Já. Leysir inn. Ragnar. Ragnar, þetta er vel varið Vilhelm Gauti en Sigurður gerir þetta frábærlega vinstur fyrir þessu. Glæsileg barátta hjá Sigurði. Hann vildi þetta meira og þeir voru 2 FH-menn í frákastinu meðan að Villi Gauti var einn að bíða eftir boltanum og þetta er kannski svona dæmi gert fyrir seinni hálfleikinn. FH-angarnir hafa barist meira heldur en Háká. Já, það er bara þannig. Já, Daniel. Daniel aftur, Eyþór. Boltan út í hornið en einu sem ofta er Einar Rafn. Einar Rafn er að spila hennar leik varnarlega frábærlega. Já, hann er bara algjörlega klára Bjarka. Límdur á besta leikmann Háká og sveltir hann gjörsamlega. Hérna, hvað kallar þetta í fótboltanum? Yfirfrakki? Nei, hvað er það? Jú. En það ekki? Jú, það má kalla þetta það. Stuttur yfirfrakki. Líkar þarna með skotið Daniel að verja sér 22. skot í leiknum. Já, spila frábær leikmann í Daniel.
skottið ekki, jú, 22. skott. Ragnar og hann reynir að fara í gegnum og Ragnar skorar. Þetta var sterkt hjá Ragnari. Ná, sé Kitty fara að taka annað leikli bara. Já, Ragnar kom inn á blað, loksins. Eyþór fellur þarna en kemst upp með það. Já. Það tekur Kristinn sitt seinna leik hér. Mitt á Björn Inga inn á. Arnór var 14 skot. Það er ekkert afleitt en ekkert rosalega gott heldur. Nei, það er kannski ekkert óverulegt við það að maðurinn hérna sé ekki 20 pluss boltum. 5. leikinn í röð. Já. Það er rétt. Hann er mannlegur. Kristinn öllu rólegri núna en áðan. Já. Og ég held að sé að reyna Já, Villi Bjarka Einarsson inn í leikinn. Já, fannst það svona einhvern veginn gefa það til kynna. Það þyrfti að fá eitthvað frá Bjarka. Það er ekkert óverulegt við það. Nei, en hann náttúrulega jaðrar við hann fyrir að fara út af vellinum, bara út af endalínu til þess að koma sér í færið. Já, þetta er hann að má bara ekki. Nei, Einar Rafn er algjörlega búinn að hérna taka hann bara á umferð í þessu leik og gert það mjög vel. Já. 4 mínútur og 39 sekúndur eftir, staðan 25-21. Það fá 4 mörkum yfir. Þeir eru langt með þetta fangarnir hendi bara. Já. Þeir hafa bara litið það vel út að hérna, ég held að þetta verði svona, þeir sigli þessu í höfn. Hann leysir Bjarki. Alli og Daniel. Ragnar gerir vel bakkar. Passar hann sér alltaf fyrir framan hann. Já, bara flott fótavinna hjá Ragga. Hann missir hann aldrei fram fyrir sig. Alli, hann ætlar að fara allavega eitthvað að kasta boltanum út að brotið á honum. FA-vörðin staðið geysilega vel hérna seinni hálfleik. Já, Daniel stoppaður. Alli. Eyþór, nei, fer ekki skotið. Alli fyrir skotið. Það er framhjá. Þeir eru búin að fá sér hvað, 7 mörk hérna í seinni hálfleik. FA-vörðin. Já. Bara virkilega skora 13. Vel staðið, já. Það tekur hann 2 umferð, Ólafur Gústafsson og Ragnar Jóhannsson. Já. Spurning hvernig það fangað hann alltaf, svo sem bara lett að Kitty reyna eitthvað aðeins að hleypa þessu upp og... En með þetta pláss að spila 4-4, það ætti að vera ágætt. Hann er vinnuboltan. Nú kannski aðeins. Vel gert hjá Bjarka Jónssyni vinnuboltan. Boltinn að Bjarka. Má Elísinni, hann kvartar ekkert yfir þessu. Nei, ég held að fara í löppinn á honum út af honum allavega. Hann sagði ekki orð, dreng og góður hann Bjarki. Já, það er víst þannig. Ragnar leysir hérna niður í hornið. Ólafur ætti kannski að gera það sama og vera bara 4-4 og fullt af plássi. Já, eða bara koma sér í burtu maður og leyfa þessu 4 bara tætast aðeins í þessu. Já, nákvæmlega, hérna finna þeir Sigur eða hvað Sigurður? Já, Sigurður gæst upp með það. Ekki ósvipað og Háka kannski fyrri hálfleik. Já, þá er þetta bara jafnt á komið eða eitthvað. Já. Þetta var alveg, jæja. Þetta er vel gert, Bjarki að skora. Ekki seinna að vænna. Nei. Hann var búinn að jarðsetja sig í tegnum að Sigurður. Reyndar. Já, þetta komið aftur niður í 4. Háka, þetta er sjálfsög áfram að reyna að brjóta þetta upp. 2 mínútur eftir. Það er ansi mikið að ganga á til þess að þeir fara að missa þetta niður, er það ekki? Jó, þetta er handbolti, það getur ýmislegt gerst á 2 mínútum. Ég ætla að biðja áhorfendur að fara ekki frá skjánum því að það getur allt gerst í þessu. Setti skref. Já, Magnús allarleið skorar, hvað sem að þeir finnst þetta löglegt eða ekki, og 2 mínútur á Vilhelm Gauta. Þarna kom naglinn í kistuna. Já, það held ég. Vilhelm Gauti var ekki sáttur. Nei, hann er farinn út úr húsi. En fyrst að þeir dæmdu ekki skrifa, þá var þetta hárrétt að 2 mínútur, þannig að hann hékk í honum. Já. Fimmmarkamunur og áhorfendur stuðningsmenn Háka líka nokkrir hverjir farnir út úr húsi, kasta frá sér boltanum. Já, þetta er svolítið lýsandi fyrir seinni hálfleikinn kannski á Háka. Já. Ekki alveg verið nógu... Bjarki, þetta vel framhjá. Já, hann ætlaði örugglega að klína þessu í Jan Samuel. Já.
Það var augljóst. En það fór í Íslandsbanka í staðinn. Þannig að bara þeir fái sína auglýsingu hérna. Jú, þeir hafa ekki borgað fyrir hana samt, en Daniel Berg. Vel geta Daniel Berg. Já, mjög vel til. Þeir eru ekkert hættir HK menn, eða? Nei, Daniel Berg komin í 3 mörk. Mínútu eftir 4 marka munur. Þeir einu fari. Þá erfitt að taka svona umferð. Já. Þannig að FH geta spilað þetta. Þetta er vel gert. Finna Sigurinn á línunni og hann skorar af öryggi. Sigurinn leika mjög vel, komið 5 mörk. Já, spila mjög vel í 7 dag. skotum. Spila mjög vel í dag. Sérstaklega sóknarlega. Svona, eins og svona flestir í fyrri hálfleiki FH var slak og varnarlega, en hann er búinn að rífa sig upp. Já, heldur betur. FH vörnin er jafngóð í seinni hálfleik og hún var liðleg í fyrri hálfleik. Já, það má alveg segja það. Búinn að fá sér 9 mörk núna. Fá sér 10 eða undir á 30 mínútum, það er bara býsnan gott. Það er býsnan gott. Á móti öflugu liði líka og... Þú séu nú ekki minnst á það. Ágæð liðið. Já, vel varist hjá FH. Ragnar er búinn að spila fyrst mér frábælega hérna í seinni hálfleik. Það er ekki kannski skora mikið, en hann spilað varnarleiki mjög vel og svona, já, verið bara spila sóknarlega bara solid og gott. Nú, það er... 2 mínútur á Andra. Já, hann átti þetta inni. Er þetta ekki bara fyrstu 2 mínútur hjá Andra í leiknum? Þetta kunne vera 2 mínútur nr. 2 hjá Andra. Nó, það gat ekki verið að vera á fyrstu 2 mínútur eftir 59 mínútur. Þessi er þetta skot og leiktími rennur út. FH vinnur hér góðan sigur á HK 5 marka sigur. 28-23. Hálfleikarnir hvað? Svart og hvít, Einar? Já, það má eiginlega segja það. Bara eins og búningarnir í FH. Þetta var bara, hérna... Þeir voru eins og stuðbuxundar í fyrri hálfleik og eins og hérna treyjurnar í seinni hálfleik, það má alveg segja það. Þetta var alveg... Þeir svona, já, bara enn að samanskapi náttúrulega HK-liðið var að spila kannski svona á getu fannst mér í fyrri hálfleik en eiginlega bara átti aldrei breyk í seinni hálfleik að mínum mati. Nei, hlaupið miður markaskorar Einar Rafn Eiðsson markaðastur FH með 7, Bjarki Jónsson, Sigur Ágústsson, Ólafur Gústafsson Nafni með 5. Dreifðist vel hann, Magnús Óli 3, Andri Berg 2 og Ragnar 1. Daniel varði 22 skotar, 1 víti í markinu. Atli Karl Bachmann með 6, Eyþór Magnússon 5, Bjarki Már Elíasson 4, eftir að sjálfsögða HK-miðin. Daniel Berg Gretarsson 3, Ólafur Víður Garðarsson 2 klór, Vilhelm Gauti 1. Arnór varði 14 skot í markinu. Lemma jogga niður í viðtölu, ég þakka þér fyrir aðstofun Einar. Já, mikið frekar, þetta er yndislegt. Menn klárir uppi? Klárir? Einar, hvað hefur að segja, fyrri hálfleikur svartur og seinni hálfleikur hvítur?
Já, má kannski segja það. Við vorum á hælunum í fyrri hálfleik og vorum svona andlausir og svona þótt að var í góð stemning í liðinu. Það er greinilega búið að liggja djúpt á mönnum þessi 2 tapleikir þar sem við töpum á síðustu 10 mínútunum í báðum leikjum og það fer svona illa í sálina á mönnum en menn svöruðu heldur betur í seinni hálfleik og sýndu frábæran karakter og bara sýndu það sem að ég býst við af þessu liði í hvernig leik. Hvað fannst þér svona skila sigrinum? Já, við vorum bara að spila vörn. Við vorum alveg bara, við hleyptum þeim í það sem þeir vilja árásir utanvert á 16 vörnina og við komumst þar í gegn hvað eftir annað. Við vorum rægir sóknarlega, við vorum svona hálfhræddir og svona passa að gera ekki mistök og það er náttúrulega bara uppskrift að einhverju disaster á góður íslensku. En svo bara mættum við til leiks í seinni hálfleik. Og þeir eru komnir í 5 stig og stimplið ykkur kannski frá öllu, tala ykkur að fallbaráttu og komið ykkur aftur í toppbaráttuna? Og þessi lítið búið kannski? Já, ég veit ekki, ég þarf að fá lánaðan pókarnas Óla Kristjáns held ég og við þurfum bara að safna punktum og sjá hvernig það skilur okkur. Nei, við erum ekki að horfa á töfluna, þetta snýst spilamennsku og þegar þetta F-lið spilar á getu þá eigum við að taka töluvert af stigum, þannig að ég var ekkert mikið að horfa á töfluna núna, það þýðir ekkert að gera það og spá ekkert hvernig liðið er að spila, þetta snýst bara um hvað við setjum í þetta á vellinum og það kom í seinni hálfleik í dag og við getum byggt á þessu fyrir mjög mikilvægan leik af næsta 5. á móti Aftureldingu. Nú kemur Logi Geirsson væntanlega inn í liðið næst eða hvað? Kemst hann í liðið? Kemst hann í hópinn? Við erum að skoða það, við erum bara að sjá hvernig hann æfir í vikunni og hvernig það verður og ef hann stendur sig vel þá er aldrei að vita nema við getum notað hann eitthvað. Takk fyrir þetta Einar. Þá ætlum við að fá næsta mann sem ætti að vera að bíða hérna eftir okkur, hann er að ræða við einhvern, þá fáum við bara Daniel Frey sem er Andrésson. Óli Gúst stendur hérna, hann dreymir vita líka en við viljum Daniel í dag. Hvað segirðu Danni, þetta var gert auðvelt fyrir því í seinni hálfleiknum? Já, þetta var þvílíkur munur á seinni og fyrri hálfleik í markinu sko. Með fyrri hálfleik var þetta mikið að opna færum milli 1 og 2 á línunni og hraðablöp, en í seinni hálfleik þá voru þetta bara skotur utan. Bara gríðarlega ánægður með að ná þessu sigri. Þið eru náttúrulega FH spilið illa í fyrri hálfleik og ertu sammála því að þessi þér að þakka að þið voru bara 2 mörkum undir í hálfleik? Ég veit það nú ekki, en við vorum ekki góðir í fyrri hálfleik og það hefur dálítið verið með okkur í upphafi móts. En það gekk ágætlega á mér í fyrri hálfleik, ég náði að verja nokkuð dauðafæri og svona. En síðan er þetta bara liðsheildin sem tekur þetta á endanum. Hvað er í rauninni það sem að breytist í hálfleik finnst þér? Ég veit ekki, ég er ekki inn í klefa sko, ég veit ekki hvað þjálfarinn segir en við einhvern veginn erum bara þéttar í vörninni sko og síðan dettur reyndar Ólivíður út í HK sem hefur kannski eitthvað að segja með sókna hjá þeim en við lokum á milli 1 og 2 og þvinguðu skot fyrir utan og erum að vinna miklu fleiri bolta og skora auðvelt mörk. Það vakti athygli okkar Einar sem vorum að lýsa þessu að Bjarki Már Elísson fekk ekki að fara inn á demantinum einu sinni. Var dagskipunin bara að standa fyrir honum sama hvað? Já, það var reyndar ekkert eitthvað tekið neitt þvílíkt á því en það er bara þegar góður hotnamenn þá náttúrulega lokum við frekar á hotni og viljum kannski frekar fá á milli 1 og 2 en já, við bara lokum líka á þessi kerfi sem snúast að opna hann, held ég. Og síðan, ég veit ekki, hann hefur ekki þórað inn hann líka eins og venjulega á mig. Það er nefnilega það ekki að vera þetta, Daniel. Þarna, Kristinn er hérna hliðina á okkur að ræða við meistara kaupa og sjálfsögðu trufluðu það ekki. Við tókum bara við, fáum svo Kristinn hérna, kaupi er ekkert að drolla neitt við þetta, hleypir Kristinn hérna yfir. Hvað segirðu Kristinn, ég talaði um það áðan við Einar Andra fyrir áleiku svart hjá þeim og seinna áleiku hvítt, hvernig var þetta á HK? Já, við erum algjörlega með stjórn á þessu leik í fyrir áleik og gerum við akkurat það sem okkur langar til. Það er að segja sóknarlega erum við að opna þá og fá fullt af góðum færum og gera fullt af góðum hlutum en erum samt sem áður að gera okkur seka nokkrum sinnum það að reyna hluti sem við erum ekki vanir að reyna og tapa boltanum í staðinn fyrir að koma okkur í þægilega fórustu fyrir hálfleik. Í seinni hálfleik höldum við áfram þessum vitleysum og erum kannski að brenna svolítið inn á ákvarðanatökum og seinir að koma okkur tilbaka og þeir nýta færið og keyra á okkur þannig að við ætlum að vinna leikja og þurfum að halda okkur við það sem við erum góður í og sleppa því að fara út í einhverja sirkusa sem við erum ekkert góður í.
Þið eru 2 mörkum yfir í hálfleik en það er fyrst og fremst markvarslan hjá FH sem að gera það verkum að rauninni FH sé inn í leiknum. Já, og ákvarðanatökur í okkur sem voru kannski ekki alltaf gálegar. En ég er mjög ánægður með margt hjá liðinu mínu framan að leik en þegar fyrir líð á leikinn þá vantar okkur bara alltaf mikið power til þess að klára hann leik. Það vantar náttúrulega Óla Víðir, hann byrja leikinn býsna vel, spilar ekkert í 45-50 mínútur, svo er náttúrulega ekki með Tandra og Duric. Var þetta bara of mikið að vera ekki með fyrir Háka-liðið? Í dag, það hefur ekkert verið of mikið hingað til og það er bara verkefni sem ég þarf að skoða af hverju þetta er. Við erum ekkert, þessir gaurar eru ekkert að spila með okkur í dag sko. Óli Víðir að vísu jóa en ekki hinnir og við getum ekkert beðið eftir því að þeir koma eitthvað að redda í málum, það virkar ekki svoleiðis. Lið byggjast ekki upp á einstaklingum en auðvitað er það gott fyrir breidd og allt svoleiðis. En við höfum verið að halda vel út í leikjum án þessara leikmanna og það klikkar í dag þannig að við þurfum að skoða af hverju. Þið eru með 1 stig í síðustu 3 leikjum og eigið góða möguleika að vera með fleiri stig úr hinum 2 í lokin er kannski það sem er í að það vantar kannski breidd og menn eru orðnir þreyttir undir lokin. Já, það getur vel verið en við höfum bara fengið fullt út úr þessum leikmannum sem við erum með í dag og kannski hefði ég bara átt að rúlla betur. Ég var nú að reyna að huga eitthvað að þessu en ég hef kannski brunnið inn á okkur stöðum og ég hef bara skoða það og læra á því og reyna að finna leiði til þess að auka breiddina hjá okkur í, þá meina ég breiddina leikmannalega sé líka breiddina kannski í því hvað við erum að bjóða upp á í leikjum. En það er samt ekkert launungamáli, ég er mjög ánægður með ýmislegt eins og Atla Karl til dæmis, hann er að koma mjög sterkur inn í þessu leik og mjög gott að hafa hann sem þessa ógnun. Svo kemur bara í ljós hvort að Háka-lið haldi betur út þegar við komum með fleiri leikmenn, það getur vel verið og þetta ætti að vera þannig en því er ekki til að skipta í dag. Og nú er það að fara eitthvað í sólina í fyrramálið, Evrópukeppnin býður, hvernig horfið það við þér? Það er bara, þetta er frábært gulrót fyrir menn þegar menn eru búin að vinna fyrir því að vera að fara út í svona ferðir og við þurfum bara að nota þessa ferð á jákvæðan hátt og átt okkur á því að við getum komið 2 eldi til leiks eftir hana. Það er lélegar afsakanir að kvart yfir því að maður sé þreyttur ef ekki voru Evrópukeppni. Það er þú velur sjálfur að fara í þetta og auðvitað tekur þetta á allt það en þetta er líka gott fyrir sálarlífið. Þannig að við verðum bara að spila sem best úr því og reyna að vinna þetta Maribor-lið að það er eitthvað möguleiki á því og sjá bara hvernig það skilur. Akkurat, þakka fyrir þetta Kristinn, gangið vel. Við ætlum að fara að segja þetta gott hérna úr Kaplakrika þar sem að FH vann 5 marka sigur á HK 28-23 og náði HK að stigum bæðilið nú með 5 stig í deildinni, æsi spennandi deild framöndan eins og þið vitið, það er leikið á morgun á Akureyri, svo er leikið á laugardag og sunnudag, þar klárast þessi umferð en ég þakka ykkur áhorfendur góðir kærlega fyrir áhorfið, verið sæl. Gleymdi að taka fita með þig. Ejjó. Herðu, við verðum að gera næstu góð. Við erum bara að loka þetta. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla, lífæð samskipta. In the future, time travel is used by criminal organizations to make people disappear. They send them back in time to me.